Góðan daginn, fundur settur í sveitarstjórn Norðurþings. Þetta fundur númer 158 og við erum hér stödd í sjóminjasafninu á Húsavík og á dagskrá þessa fundar eru 27 mál og það einn varafulltrúi á þessu fundi á alþjóðadegi góðmennskunnar sem í dag. Fyrsta mál eru lítil skref á leið til læsis. Númer 2 viljayfirlýsing lóð undir landeldisstöð á Laxi í landi Bakka á Húsavík. Númer 3 ósk lausn frá störf í sveitarstjórn Norðurþings. Númer 4 Norðurþing kosningi nefndir til 1 árs 4 ára og tilnefningar af aðalfundi 2022-26. Númer 5 áætlanir vegna ársins 2026 og svo 3 ára áætlun. Númer 6 framkvæmda og fjárfestingaáætlun 26 og til 3 ára. Númer 7 fjárhags- og framkvæmdaáætlun Hafnarsjóðs til 1 árs og 3 ára. Númer 8 gjaldskrár Norðurþings fyrir 2026. Númer 9 gjaldskrá rotþróargjalda 2026. Númer 10 gjaldskrá hafna Norðurþings fyrir 2026. Númer 11 þjónustustefna Norðurþings. Númer 12 erindi varðandi framtíð stjórnsýsluhússins á Húsavík. Númer 13 samþykkt hunda- og kattahald og þar verður óskað eftir breytingu á þeim lið. Númer 14 endurgreiðsluhlutfall LSH 26. Númer 15 fjölskylduþjónusta Norðurlands eystra. Númer 16 svæðisbundið farsaldaráð á Norðurlandi eystra. Númer 17 samningur barnaverndarþjónustu á Norðurlandi eystra. Númer 18 endurskoðun samþykkta Norðurþings. Svo það fundargerðir fjölskylduráðs, skipulags- og framkvæmdaráðs, byggðaráðs, stjórn Hafnarsjóðs Norðurþings og Orkuveitu Húsavíkur að lokum. Og göngum við þá til dagskrár og förum í mál númer 1. Það lítil skref á leið til læsis en leikskólinn Grænuvellir og Borgarhólsskóli á Húsavík hlutu íslensku menntaverðlaunin 2025 fyrir framúrskarandi þróunarverkefni sem heitir Lítil skref á leið til læsis. Verkefnið unnið í samstarfi við miðstöð rannsókna á Háskólanum Akureyri og sjúkraþjálfarana Tössu Damen. Og það var sveitarstjóri Katrín Sigurjónsdóttir sem óskaði eftir málið tekið fyrir á þessum fundi sveitarstjórnar og það formaður fjölskylduráðs sem hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Kristín Jóhann. Forseti sveitarstjórn. Verkefnið Lítið skref á leið til læsis samstarfsverkefni Borgarhólsskóla, Leikskólans Grænavalla og sjúkraþjálfara málörun og læsi nemenda. Markmið verkefnisins meðal annars að vinna að því að styrkja samstarf skóla og heimila við flutning nemenda frá leikskóla yfir í grunnskóla og stuðla að sem bestri samfellu í náminu. Verkefnið beinist annars vegar að auknu samstarfi og samvinnu kennara á báðum stigum að efla málþroska og læsi og hins vegar að öflugri foreldrafræðslu til að styrkja samstarf skóla og heimila. Sjúkraþjálfari hefur áhugaverða nálgun á verkefninu varðandi stuðning líkamsstöðu, þjálfun og fínhreyfinga. Ég með tillögu að bókun sem langar að verða bókun sveitarstjórnar og hljómar hún þá svona. Sveitarstjórn óskar aðstandendum verkefnisins, skólunum, stjórnendum og starfsfólki innilega til hamingju með íslensku menntaverðlaun 2025 fyrir framúrskarandi þróunarverkefni. Verkefnið metnaðarfullt og verðlaunin bera starfinu í skólunum gott viti. Þetta glæsilegur árangur sem sveitarstjórn Norðurþings stolt af. Og að þessu tilefni býður sveitarstjórn starfsfólki skólana og sjúkraþjálfara í móttöku í sjómannasafninu seinni part dags í næstu viku. Takk fyrir. Kristín hefur lokið máli sínu og orðið laust. Já, Katrín hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Katrín. Forseti, ágæta sveitarstjórn. Þegar mér bárust fréttir af því að við höfum fengið þessi verðlaun þá var ég stödd erlendis og ég ætla bara að segja að ég varð alveg svakalega montin af okkar fólki.
Það var ótrúlega gaman að sjá myndina af fulltrúum skólana og verkefnisins á Bessastöðum að taka við verðlauninu fyrir hönd skólana og aðstandenda verkefnisins. Mér finnst að starfsfólk og nemendur eigi sannarlega skilið hrós og þakkir fyrir sína vinnu. Starfsfólki hefur haldið ótrúlega vel utan um þetta verkefni, hefur verið áhugasamt og sinnt verkefninu af alúð með þessum góða árangri. Samvinna milli skólana hefur að mér skilst líka gengið ótrúlega vel og samtalið á milli skólana var mikilvægur þáttur í verkefninu þar sem að báðir aðilar lærðu heilmikið hvor af öðrum. Aðkoma sjúkraþjálfarans er líka mjög stór þáttur í verkefninu sjálfu og það hefur vakið mikla athygli. Samkvæmt upplýsingum frá leikskólastjóra þá eru börnin sem tóku þátt í verkefninu á Grænuvöllum líka mjög montin með sig og gaman að segja frá því að það er búið að fagna verðlaunum með þeim af hálfu leikskólans. Þeim var sýndur þátturinn verðlaunin og þau eru sum ennþá að tala hann og þau fengu popp og fengu hald á gripnum þannig að þetta var bara mjög stór stund fyrir þau. En eins og ég segi, ég er mjög stolt af fólkinu okkar og starfinu í skólunum og verðlaununum. Mér finnst viðurkenningin sýna og sanna að við erum að gera flotta hluti og mér finnst gott fyrir íbúana að sjá svona beint hvað við eigum flottar og metnaðarfullar stofnanir í sveitarfélaginu. Það er svo margt sem er verið að gera hjá okkur á framúrskarandi hátt víða. Og mér finnst gaman að sveitarstjórn geri þessum verðlaunum hátt undir höfði með boði fyrir þáttakendur og aðstandendur verkefnisins. Katrín hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Ekki fleiri sem vilja kveða sér hljóðs það, þá hefði formaður fjölskylduráðs lagt fram tillögu að niðurstaða í þessu máli, eins og hér stendur, og hann las sér upp, ég ætla ekki að lesa hann aftur, getur sveitarstjórn sammælst að þetta verði niðurstaða sveitarstjórnar í þessu frábæra máli. Það er samþykkt samhljóða og við hlökkum til þessarar móttöku. Við förum í mál númer 2 sem er viljayfirlýsing lóð undir landeldisstöð á Laxi í landi Bakka við Húsavík. En á 507. fundi byggðarráðs var eftirfarandi bókað. Byggðarráð samþykkir fyrirliggjandi drög að viljayfirlýsingu og felur sveitarstjóra að klára vinnuna við drögin og ráðið vísar málinu til afgreiðslu í sveitarstjórn og hún liggur núna fyrir þessi viljayfirlýsing og orðið er laust. Helena hefur beðið orðið, gjör svo vel, Helena. Forseti, já, ég fagna því að við sem komin að þennan stað í samstarfi okkar við Bakkavík landeldi að vera að samþykkja viljayfirlýsingu hér í dag eða vera að afgreiða viljayfirlýsingu hér í dag sem vonandi verður samþykkt. En landeldi það hefur í nokkuð langan tíma verið stundað í Norðurþingi, bæði á og við Húsavík, í Kelduhverfi og Öxarfirði, þar sem mjög mikil uppbygging hefur átt sér stað á síðastliðnum árum. Það sem er eftirsóknarvert við landeldi á Bakka er fjölbreytni starfa sem fylgja landeldi núorðið ásamt því að ekki stórar árstíðabundnar sveiflur að ræða í þessari atvinnustarfsemi. Landeldi í dag er í mikilli þróun og búnaður og annað sem fylgir verður sífellt tæknilegri. Slíkt kallar á að þeir sem starfa við landeldi hafi fjölbreyttari menntun en áður, hvort tveggja sérhæfða menntun á sviði fiskeldis og iðn- og tæknimenntun á framhalds- og háskólastigi. Til að sinna búnaði sem nýttur við eldið og stjórnun þeirra aðstæðna sem fiskurinn er alinn við, svo sem hitastig vatns og fóðrun. Eins og kemur fram í viljayfirlýsingunni þá er hér að ræða landeldi á 23,7 hektara lóð sem liggur að sjó í Héðinsvík. Verkefnið er talið falla vel að nýrri umhverfis- og loftslagsstefnu sveitarfélagsins en ekki síður hringrásarhugsuninni sem er grunnurinn að uppbyggingu atvinnustarfsemi innan græna iðngarðsins á Bakka. Verði verkefnið að veruleika þá er ætlunin að sjálfbær nýting orku og annarra auðlinda verði höfð að leiðarljósi í þróun og rekstri landeldisstöðvarinnar og verði leita leiða til að hámarka samlegðar áhrif sem stuðla geta bættri nýtingu ólíkra auðlindastrauma í anda hringrásarhugsunarinnar. Helena hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Með leyfi varaforseta.
Forseti, ágæta sveitarstjórn, þetta sannarlega ánægjulegt og lýsir því enn og aftur það áhugi á atvinnuuppbyggingu á Bakka og það það sem við þurfum að horfa á. Og þetta augljós kostur í atvinnuuppbyggingu, það landeldi, vegna þess að fiskeldi kringum Ísland mun að einhverju leyti á næstu árum áratugum færast upp á land, en greinin mun áfram stækka. Þannig að það augljós tækifæri í þessu. Í þessu sambandi þurfum við að leggja okkur öll fram við því að finna ákjósanlegar auðlindir, til dæmis jarðsjó og þá vatn í kringum starfsemina á Bakka. Og mér finnst ánægjuleg áform fyrirtækisins einmitt að byrja smátt og skynsamlega og stækka hægt og rólega. Og eins og formaður byggðarráðs fór hérna yfir, þessi að nýta strauma hvers annars og mögulega veitir þetta fyrirtæki einhverja strauma sem einhver annar getur nýtt, en samstarf gagnavers til dæmis og fiskeldis mjög áhugaverð. Og það sem við erum að gera hér í þessu einmitt að Bakki verði fjölbreytt flóra fyrirtækja, ekki bara einn aðili sem sveitarfélag þarf að treysta á, þannig að það sannarlega ánægjulegt að við séum að taka þetta fyrir og ég vænti þess að sveitarstjórn sammælist þessa viljayfirlýsingu. Orðið laust. Katrín hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Katrín. Forseti, ég ætla að taka undir þau orð sem hafa komið hérna fram. Það mjög ánægjulegt að við séum komin á þennan stað núna að það liggi fyrir viljayfirlýsing sem hér til afgreiðslu á eftir. Við erum búin að vera í samtali í nokkrar vikur við þetta fyrirtæki, allt frá því í vor, sem endar núna þannig endaði þannig að aðilarnir sem að standa þessu verkefni stofnuðu það fyrirtæki, Bakkavík landeldi, og það stofnað þetta verkefni á Bakka. En bara svo að þó að sé verið að gera þarna viljayfirlýsingu, þá vil ég líka bara minna á að það langur vegur framundan með þetta verkefni. Það gríðarleg rannsóknarvinna sem þarf að fara þarna fram og þetta mun taka marga mánuði. Þetta ekki eitthvað verkefni sem að fara að koma strax þó að við undirritum viljayfirlýsingu og það þarf bara að skoða hvort það sé yfirleitt hægt að setja upp svona verkefni á Bakka, því að svona verkefni eins og forseti kom inn á, það krefst mikilla innviða eins og til dæmis jarðsjó og ég mjög ánægð með að Orkuveitan svona að skoða það að efla sína rannsóknir á þessu svæði til þess að kanna hvort að við eigum þetta möguleika á að setja upp svona verkefni. Síðan svona verkefni, þetta svo stórt, þetta náttúrulega fasa uppbygging, þetta byrjar smátt en það alveg verið að tala um að það geti farið allt upp í einhver 25.000 tonn þegar að frumfösunum lokið og þetta verkefni sem mun alltaf þurfa að fara í umhverfismat. Umhverfismat líka tekur alltaf að lágmarki einhver 2 ár. Þannig að þolinmæði, það það sem við þurfum að hafa í þessu verkefni eins og svo mörgum öðrum sem við erum að vinna með Bakka. Við erum í langhlaupi sem við vinnum á þegar það kemur. En þetta tekur sinn tíma, bara að ítreka það. Katrín hefur lokið máli sínu, orðið laust. Enginn sem óskar eftir að ræða þetta frekar, þá liggur þessi viljayfirlýsing fyrir og ég vil biðja þau sem geta samþykkt viljayfirlýsinguna eins og hún lítur út að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það samþykkt samhljóða og við förum í mál númer 3 sem ósk lausn frá störfum í sveitarstjórn Norðurþings. En fyrir liggur erindi fyrir sveitarstjórn beiðni lausn undan störfum í sveitarstjórn frá Ingibjörgu Hönnu Sigurðardóttur sem annar fulltrúi á M-lista og orðið laust þessa tillögu. Enginn sem vil kveða sér hljóðs hana, þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt þessa lausn frá störfum að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það samþykkt samhljóða og ég vil þá nota tækifæri fyrir hönd okkar í sveitarstjórn að óska Ingibjörgu Hönnu þakkir fyrir samstarfið og óska þeim allsins besta á nýjum vettvangi. Við finnum þau mál númer 4 í kjölfar þess að við vorum að afgreiða mál númer 3.
Það Norðurþing, kosning í nefndir til 1 árs, 4 ára og tilnefningar á aðalfundi 2022-26. En fyrir sveitarstjórn liggur eftirfarandi breyting á stjórnum og ráðum vegna lausnar Ingibjargar Hönnu Sigurðardóttur á M-lista. Það að varamaður í sveitarstjórn sjálfkrafa verði þá Birkir Freyr Stefánsson. Í byggðaráð verði varamaður Birkir Freyr Stefánsson sömuleiðis. Inn í fjölskylduráð kemur þá Alexander Gunnar Jónsson og hann verði varaformaður. SSNE þingfulltrúi verði aðalmaður Áki Hauksson sem var áður varafulltrúi og til vara nú verði þá Birkir Freyr Stefánsson. Í menningarmiðstöð Þingeyinga í fulltrúaráð verði varamaður Alexander Gunnar Jónasson og í stjórn menningarmiðstöð Þingeyinga verði varamaður Alexander Gunnar Jónasson. Orðið laust þessa tillögu. Enginn sem veit kveða sér hljóðs hana, þá ég sem að bera hana bara upp í einu lagi, alla tillöguna eins og hún liggur fyrir, þau sem geta samþykkt það gefi merki með því að rétta upp hönd. Það samþykkt samhljóða og við förum í mál númer 5 sem eru áætlanir vegna ársins 2026 til 2029 3 ára en fyrir sveitarstjórn liggur til fyrri umræðu fjárhagsáætlun fyrir árið 2026 og 3 ára þar á eftir. En á 507. fundi byggðaráðs var eftirfarandi bókað að málinu vísað fjárhagsáætlun Norðurþings til fyrri umræðu í sveitarstjórn og fer hún nú fram og það sveitarstjóri sem hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Katrín. Forseti. Fjárhagsáætlun 2026 og til 3 næstu ára þar á eftir. Hún var fyrst til umfjöllunar í byggðaráði 14. ágúst síðastliðinn en þá var samþykkt tillaga að vinnuferli vegna fjárhagsáætlunar vinnunnar. Tímalínan gerir ráð fyrir að mesta vinnan fari fram í september og október og hefur það gengið eftir en síðan verður svona lokahnykkurinn núna á milli umræðina í nóvember. Byggðaráð samþykkti framlagða fjárhagsramma á fundi sínum 13. október og vísaði þeim til umfjöllunar í fjölskylduráði og í skipulags- og framkvæmdaráði. Markmið byggðaráðs að stuðla að aukinni sjálfbærni í rekstri sveitarfélagsins og stuðla að góðri hagstjórn og ábyrgri fjármálastjórn. Stjórnendur höfðu rammana til vinnslu og unnu sín skjöl fyrir tillögu fagráðanna í framhaldinu. Gjaldskrár fjárhags- og framkvæmdaáætlanir hafi því verið meir og minna á dagskrá allra funda ráðana núna í október. Á fundi byggðaráðs 23. október lá fyrir fjárhagslíkan fjárhagsáætlunar vegna ársins 2026 og 3 ára þar á eftir og var vísað til fyrri umræðu í sveitarstjórn sem fer nú fram. Síðari umræðan fer fram á næsta sveitarstjórnarfundi og jafnframt á síðasta fundi ársins sem 11. desember næstkomandi. Í fjárhagsáætlunarvinnunni hefur verið höfð til hliðsjónar þjóðhagsspá Hagstofu Íslands og forsendur frá því í júlí 2025 og Hagstofan gefur að jafna út þjóðhagsspá að vori, sumri og vetri og núna erum við að bíða eftir nýjustu tölunum. Það eiga að birtast á morgun ný spá frá Hagstofunni. Einnig hefur verið horft til forsendna fjárhagsáætlana sveitarfélaga 26 og 27 til 29 og byggt á forsendum hvernig hagstærðir munu þróast yfir það tímabil sem áætlunin tekur til. Einnig hefur verið horft til efnahagsspár viðskiptabankana. Vert að hafa í huga að spám fylgir ætíð óvissa raunverulega framvindu. Í áætlanagerðinni í ár óvissa meðal annars vegna verðbólgu og vaxtaþróunar. Það samt ákveðin fasti að 4 ára kjarasamningar voru undirritaðar á almennum og opinberum markaði á síðasta ári og í upphafi þessa árs. Samningarnir fela í sér prósentuhækkanir með krónutölugólfi og hafa það markmiði að stuðla að minnkun verðbólgu og lækkun vaxta. Samninganefndir ríkis og sveitarfélaga hafa samið undir merkjum almenna og opinbera markaðarins og óvissa kjarasamninga minni í þessari áætlun heldur en verið hefur undanfarið ár. Í þjóðhagsspá Hagstofu Íslands 26-28 gert ráð fyrir að verðbólga hjaðni áfram á spátímanum. Aðhaldssöm peningastefna, gengisstyrking krónunnar og langtíma kjarasamningar styðja við hjöðnun verðbólgunar þó á móti vegi að enn þróttur í hagkerfinu. Reiknaði með að vísitala neysluverðs hækki 3,8% að meðaltali í ár og nálgist verðbólgumarkmið árið 2027. Reiknaði með að launavísitala að raunvirði hækki 2,8% á árinu.
Grunnur að fjárhagsáætlunarvinnunni okkar er 6 mánaða uppgjör sveitarfélagsins og útgönguspáin fyrstu 9 mánuði ársins 2025. Forsendur sem við erum að vinna með frá þeim grunni til fyrri umræðu eru 4,2% hækkanir á flestum gjaldskrám sveitarfélagsins. Endanleg samþykkt gjaldskrá verður í síðari umræðu. Í fjárhagsáætluninni er gengið út frá að launavísitala hækki 3,8% á árinu 2025 og verðlag hækki 4,2%. Þessar forsendur gefa okkur jákvæða rekstrarniðurstöðu í fjárhagsáætlun fyrir árið 2026 upp á tæpar 8 milljónir í A-hluta og rúmlega 78 milljónir í samstæðunni, tap í samstæðunni. Útkomuspá fyrir yfirstandandi rekstrarár 25 þá er gert ráð fyrir 116 milljón króna tap í A-hluta og 217 milljón króna tap í samstæðunni. Gert er ráð fyrir að fjárfesting í varanlegu rekstrarfjármunum verði 795 milljónir á næsta ári og við erum að reikna með lántöku upp á 400 milljónir og handbært fé í árslok verði ríflega 1200 milljónir króna. Nánar verður farið yfir framkvæmda áætlun undir lið 6 í dagskrá fundarins. Gera má ráð fyrir töluverðum breytingum á áætlunum á milli umræðna. Byggðaráð hefur haft til umræðu tillögur til hagræðingar í rekstri á síðustu fundum sínum og mun klára þær á milli umræðna. Þær tillögur muni fylgja í seinni umræðu sveitarstjórnar fjárhagsáætlun og því ætla ég ekki að fara dýpra í niðurstöðu tölurnar núna en geymi það til næsta sveitarstjórnarfundar og síðari umræðu. Katrín hefur lokið máli sínu. Helena hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Helena. Forseti, fjárhagsáætlun gerð fyrir árið 2026 og 3 ára áætlun 2027-2029 litast óhjákvæmilega af tekjulækkun sem sveitarfélagi er að verða fyrir ásamt stöðu efnahagsmála almennt í landinu. Þegar sveitarfélög verða fyrir tekjulækkun af einhverjum ástæðum eru möguleikar þeirra til tekjuaukningar takmarkaðir. Tekjustofnar sveitarfélaga eru í grunninn útsvar, fasteignaskattar og þjónustutekjur. Fáu er hægt að breyta hvað þessa liði varðar. Við gerð fjárhagsáætlunar er gert ráð fyrir að almennt hækki gjaldskrár sveitarfélagsins 4,2% og er það í samræmi við spár verðlagsþróun. Þá er nú við fyrri umræðu gert ráð fyrir að álagning á fasteignir verði óbreytt 0,45% á íbúðarhúsnæði og 1,55% á atvinnuhúsnæði. Sveitarfélagið er ekki að fullnýta þennan tekjustofn og lætur þá, eins og áætlanir líta út núna, nægja þá hækkun sem að verður af fasteignaskatti vegna hækkunar á fasteignamati í sveitarfélaginu á milli ára. Aðrir möguleikar til tekjuöflunar hjá sveitarfélaginu snúa að atvinnuuppbyggingu og þar er þakkarvert að sveitarstjórn hefur verið því sem næst einhuga eða alveg einhuga og öll lagsta árarnar varðandi áframhaldandi uppbyggingu atvinnutækifæra á Bakka og frekari uppbyggingu innviða þar eins og til að mynda varðandi heitavatnslögn frá Þeistareykjum sem hefur þann tilgang að fjölga þeim tækifærum sem möguleg væru á Bakka og afleiddri starfsemi vegna þeirra. Fyrr á þessu ári þá er farið í hagræðingaraðgerðir á velferðarsviði sveitarfélagsins að upphæð 90 milljónir króna. Þær hafa hluta til gengið í gegn en munu ná að fullu að verða komnar í virkni á komandi ári. Þegar ljóst var að stefndi í rekstrarstöðun hjá PCC Bakki Silicon með tilheyrandi áhrifum á rekstur Norðþings var ákveðið að endurskoða fjárfestingaráætlun sveitarfélagsins fyrir þetta ár. Sú leið var fyrir valinu vegna þess að þá gætir áhrifana strax í rekstri sveitarfélagsins. Það er að segja að fjármagni fer ekki út og ekki þarf að leggja í lántökur með tilheyrandi fjármagnskostnaði. Aðrar færar leiðir hefðu verið að endurskipuleggja þjónustu sveitarfélagsins en áhrif af slíkum ákvörðunum gætir alla jafna ekki fyrr en að minnstakosti að 3 eða 6 mánuðum liðnum. Þann tíma höfðu við ekki með það tekjufall sem var að verða til að mynda á Hafnarsjóði og fyrirséða lækkun á útsvari og slíkar ákvarðanir þarf sömuleiðis að taka meiri yfirvegun því eftir sem áður þarf að veita þjónustuna. Í tengslum við fjárhagsáætlanagerðina hefur byggðaráð því verið að fást við frekari hagræðingaraðgerðir með tilliti til þess að breyta eða mögulega láta af einhverju þjónustu sem ekki er lögbundin. Þær hagræðingaraðgerðir sem verið er að skoða og vinna að eru ekki komnar inn í fjárhagsáætlana nú við fyrri umræðu, heldur munu þær koma inn á milli umræðna. Nú við fyrri umræðu er gert ráð fyrir að A-hluti samstæðunnar skili 8 milljón króna
afgangi en samstæðan skili 78 milljón króna neikvæðri niðurstöðu. Til lengri tíma slík niðurstaða ekki sjálfbær og því brýnt á milli umræðna að vinna vel að þeim tillögum sem eru í athugun með það markmiði að reksturinn verði betri en nú horfir til og við getum haldið áfram vegferð okkar að vinna á innviðaskuldinni sem til staðar í sveitarfélaginu og sem við erum byrjuð á að vinna á í formi endurbóta og fjárfestinga á aðstöðu fyrir þjónustu fyrir íbúa sveitarfélagsins. Helena hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Aldi hefur beðið um orðið, gjörðu svo vel, Aldi. Forseti, mér langaði bara aðeins að koma inn á að það sem er mikilvægt að muna er að það er ekki venlagt til árangus að reka sveitarsjóð eins og fjármálafyrirtæki. Við þurfum að muna að þetta er stjórnsýslan sem snertir daglegt líf íbúa hvað mest og við þurfum alltaf að hafa það í huga þegar við gerum fjárhagsáætlun. Þegar er erfitt í samfélaginu þá þurfa sveitarfélög og ríki að stíga upp og passa upp á fólkið okkar. Ef við horfum til lengri tíma þá er allt í lagi að skulda smá pening svo lengi sem það er ekki óyfirstíganlegt því það birtir alltaf til á endanum. Takk. Aldi hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Ekki fleiri sem vilja kveða sér hljóðs það, þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt að vísa fjárhagsáætlun fyrir árið 2026 til síðari umræðu í sveitarstjórn. Það er samþykkt samhljóða og sömuleiðis vil ég biðja þau sem geta samþykkt að vísa þá 3 ára áætlun til síðari umræðu í sveitarstjórn og gefa merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða, máli fer þá inn í alla nefndir aftur og þar gefst kjörnum fulltrúum öllum tækifæri til að koma með tillögur til breytinga á milli umræðna. Við förum þá í mál númer 6 sem er framkvæmda og fjárfestingaáætlun 2026 og svo þá til 3 ára 27-29 en á 508. fundi byggðarráðs var bókað að ráðið vísar framkvæmdaáætlun 26 og 27-29 til fyrri umræðu í sveitarstjórn og orðið laust. Sofía hefur beðið um orðið, gjörðu svo vel, Sofía. Já, hér leggjum við fram framkvæmdaáætlun til annarra umræðu. Ég vil aðeins koma inn á það að vissulega eru blikur á lofti hjá sveitarstjórn Norðurþings en engu að síður ætlum við að standa vörð þau verkefni sem við höfum verið að sinna núna á undanförnum 2 árum. Það er að klára stærsta verkefni okkar, félagsmiðstöð og frístund. Við ætlum að standa vörð þau verkefni sem að koma að málefnum barna og fjölskyldna. Það er að segja að halda áfram með verkefni varðandi íþróttamannvirki og þá get ég sérstaklega nefnt sundlaugina í Lundi og íþróttahöllina hér á Húsavík. Þetta eru stór verkefni, þau eru fjárfrek og við munum standa vörð þau en önnur þá verkefni munu bíða en þetta er, ef við getum verið bjartsýn, ekki langt tímabil sem við erum að horfa fram á, þannig að við stöndum að minnsta kosti vörð það sem við erum byrjuð á og gerum það vel. Sofía hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Engi sem vil kveða sér hljóðs framkvæmda og fjárfestingaáætlun. Þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt að vísa bæði framkvæmdaáætlun 26 og þá 27-29 að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Við förum í mál númer 7 sem er fjárhags- og framkvæmdaáætlun Hafnarsjóðs Norðurþings fyrir 26 til 29 en á 37. fundi stjórnar Hafnarsjóðs Norðurþings var eftirfarandi bókað að sjóðurinn vísar fjárhags- og framkvæmdaáætlun ársins 26 og til 3 ára þar á eftir til fyrri umræðu í sveitarstjórn og orðið er laust. Eiður hefur beðið um orðið, gjörðu svo vel, Eiður.
forseti, gjörnir fulltrúar. Það gengur eitthvað mikið hérna á í tæknibúnaðinum. Ég held að þetta leysist allt. Heyrðu, við erum með fyrri umræðu á fjárhagsáætlun, fjárhags- og framkvæmdaáætlun Hafnarsjóðs Norðurþings fyrir árið 2026. Og áætlun Hafnarsjóðsins fyrir árið 2026 gerir ráð fyrir að tekjur Hafnar Norðurþings verði 194,5 milljón og gjöldin verði 274 milljónir og fjármagnsgjöld verði 80 milljónir króna á árinu. Samkvæmt útgönguspá verða tekjur á árinu 2025, því sem að líða, 214 milljónir krónur og gjöldin 203. En gerðu var viðauki fyrra árinu vegna tekjufalls að upphæð 122 milljónir. Áætlun ársins 2026 miðað við það að PCC bakki verði komið í notkun á síðasta ársfjórðungi næsta árs og keyri þá á einum ofni. Þetta eru þær upplýsingar sem að fyrir lágu þegar áætlunin er gerð og við vitum að það er ekkert á vísan að róa með þetta en auðvitað vonum við það besta. Þannig að þetta er það sem að liggur fyrir grundvelli þessar áætlunar. Varandi skemmtiferðaskip á næsta ári þá er gert ráð fyrir núna 35 skipum á næsta ári en sem 45% samdráttur frá árinu sem er núna en þá komu 64 skip. En eins og allir vita þá er rekstur Hafnarsjóðs mjög þungur þessar mundir vegna lokunar PCC bakka og falls í komu skemmtiferðaskipa og er því áætlun ársins mjög mörkuð af þessu ástandi. Takk fyrir það. Eiður hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Enginn sem óskar eftir að ræða hana frekar. Þá vil biðja þau sem geta samþykkt fjárhagsáætlun 26 og til 3 ára til síðari umræðu í sveitarstjórn að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Við förum í mál númer 8 sem eru gjaldskrár Norðurþings 2026 en fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar vinna við gjaldskrár sveitarfélagsins fyrir árið 2026. Gjaldskrárnar munu liggja til staðfestingar við síðari umræðu fjárhagsáætlun. En á 508. fundi byggðarráðs var eftirfarandi bókað að ráðið vísar gjaldskrám vegna ársins 2026 til fyrri umræðu í sveitarstjórn og orðið er laust. Helena hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Helena. Forseti, ég er bara rétt til að árétta þar sem ég sagði kannski áðan undir umræðu fjárhagsáætlun að þá erum við að ganga út frá því að gjaldskrár sveitarfélagsins séu almennt að hækka 4,2%. Það geta verið einhver örlítil frávik frá því þegar verið að rúna af tölur í gjaldskrám en almenna reglan er 4,2% hækkun í samræmi við bara verðlagsþróun. Helena hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Enginn sem óskar eftir að ræða gjaldskrár sveitarfélagsins. Þá er þeim sjálfkrafa sem sagt vísað til síðar umræðu. Þetta er semst ekki liðið sem við greiðum atkvæðum að vísa til síðar umræðu. Þetta er bara forsendur áætlunar og þá með í síðari umræðu og gefst aftur kostur til að koma með athugasemdir við gjaldskrá og enga síður gefst öllum kjörnum fulltrúum tækifæri til að koma með tillögur inn í þá ráðum þar sem forsendur fjárhagsáætlunar fyrir 2026 eru teknar og ákveðnar. Heyrðu, þá förum við í mál númer 9 sem er gjaldskrá rotþróargjald 2026. En á 207. fundi stjórnar Orkuveitu Húsavíkur var eftirfarandi bókað að stjórn Orkuveitu Húsavíkur samþykki fyrirlengjandi gjaldskrár drög og vísar henn til annarar umræðu í sveitarstjórn og þetta er þá hér til kynningar í þessari fyrri umræðu og orðið laust. Það er enginn sem vil ræða rótþrærnar. Þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt að þetta fari bara til síður umræðu, gefa merki með því að réttu upp hönd. Samþykkt samhljóða. Og við förum þá í mál númer 10 sem eru gjaldskrá Hafna Norðurþings 2026 en á 37. fundi stjórnar Hafnarsjóðs Norðurþings
var bókað að stjórn Hafnarsjóðs samþykkir fyrirliggjandi gjaldskrá og vísar hann til staðfestingar í sveitarstjórn og orðið laust. Enginn sem vil taka til máls undir þeim lið, þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt að þetta fari til síðari umræðu sveitarstjórnar gefi merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og við förum í mál númer 11 sem er þjónustustefna Norðurþings en fyrir sveitarstjórn liggur til fyrri umræðu. Þjónustustefna samkvæmt 130. grein sveitarstjórnarlaga númer 138 síðan 2011 og með leyfi varaforseta. Já, forseti, ágæta sveitarstjórn, hér liggur þá þessi þjónustustefna fyrir og það er gaman að segja að Norðurþing er leiðandi sveitarfélagi því að innleiða svo kallað þessa þjónustustefnu, þar sem við erum að marka þá þjónustu sem sveitarfélagi veitir og þetta er skjal sem við tökum upp að lágmarki einu sinni á ári og núna milli umræðina þá munu nefndir og ráð taka upp þessa þjónustustefnu og ræða og endurskoða hvar erum við að breyta þjónustu, hvar viljum við mögulega bæta einhverja þjónustu, en það sem við erum að breyta núna er fyrst og fremst uppfærsla á útliti og framsetningu og bæta það til muna. En þjónustustefnunni er ætlað semst að gefa mynd af þjónustunni. Hún er ekki skuldbindandi semst gagnvart því sem sett er fram í stefnunni. Það er komið inn á lögskyldverkefni, lögheimilverkefni og svo eftir valkvæð. En þetta er bara gott skjal fyrir okkur, en nú lifum við í mjög hverfulun heimi þar sem auðvitað þjónusta getur breyst á mjög skömmum tíma, en þá einmitt tökum við upp stefnuna til þess að reyna að þetta sé svona eins konar handbók í því hvaða þjónustu við erum að veita. Og við erum hér bara að ræða að vísa þessu þá til síðari umræðu og það geta allir kjörnir fulltrúar að koma með einhverja breytingar á þessari stefnu. En orðið laust. Enginn sem vil ræða það frekar, þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt að vísa þessu til síðari umræðu í sveitarstjórn. Það gefur merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og við förum í mál númer 12 sem er framtíð stjórnsýsluhússins á Húsavík, en það er Benóni Valur Jakobsson fyrir hönd S-lista sem óskar eftir að framtíð stjórnsýsluhússins á Húsavík verði rædd í sveitarstjórn. Og ég gef mér að Benóni Valur vilji hefja þessu umræðu. Gjörðu svo vel, Benóni. Forseti, ágæta sveitarstjórn. Ástæða þess að ég óska eftir umræðu framtíð stjórnsýsluhússins á Húsavík er svo að nú er liðið rúmt ár síðan að sveitarstjórn samþykkti að fara í framkvæmdir og laga húsið, breyta því þannig að það hentaði þeirri starfsemi sem í því á að vera og ekkert hefur gerst. Auðvitað liggja fyrir því ýmsar ástæður. Ég er ekkert að gera lítið úr þeim. Hins vegar er staðan þannig að húsið liggur undir skemmdum og það verður ekkert betra eftir því sem á líður. Það er ljóst. Staðan er þannig að við erum í dag að leigja húsnæði undir stjórnsýsluna okkar fyrir rétt 1900.000 á mánuði. Ef við tækjum 350 milljóna króna lán til að koma þessu hratt og örugglega af stað til 15 ára, þá væri afborgunin cirka 3,2 milljónir. Sem þýðir bara það að við myndum eignast hús á 15 árum með því að borga 15-16 milljónum meira heldur en við erum að borga í leigu í dag. Ég gerir mig grein fyrir því að þessar 350 milljónir eru kannski ekki alveg nóg og við vitum ekki alveg hvað þetta mun kosta okkur. Og væntanlega mun þessi framkvæmd taka meira en ár þannig að það væri þá hægt að sækja einhvern pening í framkvæmdafé ársins 27 ef það þyrfti. Við erum að tala um að
fyrir utan það að þetta sé að mínu viti bara fjárhagslega hagkvæmt, að við erum að tala um að veita 15-20 manns vinnu sem að klálega eru þau störf sem myndu skapast við færum í þessa framkvæmd, og það veitir nú kannski ekkert af því eins og staðan er, allavega hjá sumum. Við værum líka að búa til ekki örugga, heldur svona afbragðsgóðan vinnustað fyrir starfsfólki okkar sem að vinnur í stjórnsýslu einingum okkar í húsnæði sem væri hannað til þeirra starfsemi. Og það er ekki síður atriði í mínum huga. Þar að auki þá hefur verið gert ráð fyrir því að við myndum selja Sólbrekku í þeirri hugmyndavinnu sem framundan hefur verið og færa miðjuna inn í þetta hús líka. Og þar fengjum við þá kannski einhverja 60-70 milljónir sem við getum notað til að dekka mismunin. Það myndi allavega borga fyrsta árið, þannig að við værum að fara á sléttu út úr því að fara í þessa framkvæmd. Ég bara hreinlega óska eftir því að sveitarstjórn taki undir þetta með mér og hef sendt fundarritara tillögu sem er svo hljóðandi: sveitarstjórn samþykkir að vísa því til skipulags- og framkvæmdaráðs að hefja strax undirbúning að framkvæmdinni og hraða henni eins og kostur er. Benóni Valur hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Með leyfi varaforseta. Já, forseti, ágæta sveitarstjórn. Við erum sannarlega í mjög krefjandi verkefni varðandi þetta mál sem hefur því miður ekki hlotið framgang þrátt fyrir áætlun að gera það. Og ef að verkefnið væri eins einfalt og hér var farið yfir, þá værum við búin að gera það sem áætlanir sögðu til að við ætluðum okkur að gera. Það eins og er það ekki. En fyrir ári síðan þá var ákveðið að flytja starfsemina úr Ketilsbraut 7 og 9. Þetta er húsnæði á 1 og 2 hæðum í 1200 fermetrum sem við þurfum ekki. Samkvæmt niðurstöðu vinnuhóps sem skoðaði þetta mál þá þurfum við í okkar stjórnsýslu einhverja 600-800 fermetra undir stjórnsýsluna. Sveitarstjórn hefur verið upplýst þetta mál og ástæður þess að við fórum úr þessu húsnæði frá desember 2023. Þannig að það væri einföldun að halda því fram að það væri ekkert mál að gera það sem áætlanir eru búin að gera ráð fyrir. En það hefur bara ekki tekist. Því þá spyr maður sig, þegar ástæða fyrir því að við tókum 40 milljónir sem við ætluðum okkur í það árin 2025, við tókum það út af einhverja ástæðu. Því ákveðum að nota peningan í eitthvað annað heldur en það að skoða hvað við ætluðum að gera inn í þessu húsi. Sannarlega komst vinnuhópurinn að þeirri niðurstöðu, ekki samhljóða þó, og sveitarstjórn var ekki heldur öll sammála það hvað þetta gera. Sannarlega komst hópurinn þeirri niðurstöðu að skoða þetta húsnæði. Því við viljum sannarlega, eins og Benóni fór hérna yfir, búa vel að fólkinu okkar sem vinnur í stjórnsýslunni. Við þurfum að gera það. Því þá, ef við samþykjum þessa tillögu og erum að hálfpartinn binda skipulags- og framkvæmdaráð, við erum að gera það með þessu, ef við samþykjum þessa tillögu, þá erum við að binda skipulags- og framkvæmdaráð að fara í þetta verkefni. Og þá spyr maður sig, í þeirri þröngu fjárhagsstöðu sem við erum í núna þetta sveitarfélag, hvar ætlum við að taka peningana? Því þetta er ekki verkefni upp á 5 eða 10 milljónir sem við getum tekið einhvers þar. Þetta eru miklu stærri fjármunir og þá verðum við, ef við komum með tillögum það að setja peningi í stjórnsýsluhúsið, þá verðum við að segja hvar ætlum við að taka peningana út einhvers þar annars staðar. Ætlum við að hætta við stúkuna í íþróttahúsinu? Ætlum við að hætta við sundlauginni í Lundi? Að skoða það? Eða ætlum við að taka stærra lán? Það er líka hægt að gera það í þetta verkefni.
En ég fór aðeins að skoða söguna og ég er hrifinn af söguskýringum að Ketilsbraut 7 og 9 var ekkert alltaf stjórnsýsluhús. Ketilsbraut 7, þar var lengi trésmíðaverkstæði Borg og þetta snýst svolítið forgangsröðun fjármuna og ég fór alveg aftur til ársins 1961. Þá ætla ég að vitna í blað sem heitir Verkamaðurinn sem var gefið út á Akureyri 1961 og í föstudagsblaðinu 29. september 1961 er frétt það 1961. Vinna er hafin við gerð skrifstofu húsnæðis fyrir kaupstaðinn, sem var þá Húsavíkur kaupstaður. Það sem lögregla staðarins verður með aðsetur, auk þess geymslur fyrir slökkvitæki og áhöld bæjarins. Þetta átti semst að vera áhaldahús í kjallaranum í Ketilsbraut 9. Í miðbænum, það sem er stutt í að veita þjónustuna, það er það. En hvað gerir sér næst í þessu máli? Því við erum á flóknum stað, það er alveg rétt. Við erum á mjög flóknum stað með þetta verkefni. Því þegar ákvörðunin var tekin fyrir ári síðan að fara í þetta húsnæði, það var að allt öðrum fjárhagsforsendum heldur en við erum að tala í dag. Allt öðrum. En hvað gerist næst þegar þrengir núna að okkur fjárhagslega og við höfum verið með áherslur á framkvæmdir í tengslu við börn og ungmenni og svo fjölskyldur. Þetta er núna í fyrsta skipti síðan að var ákveðið að fara í þetta húsnæði sem það liggur fyrir tillaga á þessu fundi og ég tel það óskynsamlegt að á þessum fundi verði tekin einhver óígrunduð ákvörðun það hvað við ætlum að gera. Því ákvörðun sem er í dag, hún stendur enn að fara í Ketilsbraut 7 og 9. Henni hefur ekki verið breytt. Hún hefur þessar ekki hlotið framgang. Það er hárrétt. Verkefnið er snúið og ég ætla að bæta því við að það er tækifæri til að byggja upp í miðbæ Húsavíkur eins og byggðarráðið var kynnt. Og hugsunin á bak við það þeir áttu að byggja upp í miðbæ Húsavíkur líka á sínu tíma. Því ég stranda alltaf á þeirri spurningu, af hverju þarf stjórnsýsluhúsið akkúrat að vera á þessari staðsetningu? Af hverju þarf það? Ég á ekki svar við af hverju þarna nema bara því það er þarna og við erum helst ekki breyta því og við eigum þetta húsnæði. Við eigum þetta húsnæði annars staðar sem við getum breytt ef við viljum. En tækifærin, vegna þess að þetta er eitt af fáum húsum sem er ein hæð í miðbæ Húsavíkur. Nánast öll húsin og byggingar í miðbæ Húsavíkur eru 2, 3 eða 4 hæðir. Sem er almennt trend, það hóðist að tala íslensku, sem er almennt trend, ég ætla að nota það, sem er almennt í miðbæjum þéttbýlis, þá eru hæstu hæðirnar eru almennt í miðjunni, svona alla jafna. Það tækifæri til að byggja upp þar 2, 3 eða 4 hæðir með þá mögulega þjónustu, mögulega undir stjórnsýslu. Þau eru bara mjög mikil. Og þá að koma inn íbúabyggð, því það sem vantar í miðbæ Húsavíkur, það eru líka íbúar. Það er ekki bara þjónusta. Þannig að við myndum styrkja miðbæ Húsavíkur með því að koma þangað inn íbúum til þess að nýta þá þjónustuna sem er í miðbænum. En það er hárrétt sem Benóni segir, húsnæðið er sannarlega komið til ára sinna. Það er. Byggt 1961 sem áhaldahús og slökkvitækja geymsla og þar eru fangaklefar í kjallaranum og svona. Óháð allri umræðu ástæðu þess hvers vegna við fórum úr húsinu. Við þurfum að vanda þá umræðu. Vegna þess að því hefur aðeins verið haldið á lofti að fólk viti ekki af hverju við fórum út og svo framvegis. Ég er ekki að segja að Benóni og Valur hafa ekki sagt það, svo þess ég haldið til haga. Það var aðeins verið í umræðinu að fólk viti ekki af hverju fórum út úr húsinu. Það liggur mjög skýrt fyrir og það liggur fyrir trúnaðarskjal sem búið er að vitna í og búið að taka fyrir í 2 eða 3 gangi byggðarráði sveitarfélagsins af hverju við fórum úr þessari byggingu. Það liggur mjög skýrt fyrir ítarleg og greinargóð skýrsla hvers vegna við gerðum það og húsið var tekið út af 2 aðilum og mögulega kostnaði við þetta. En þetta er sannarlega flókið verkefni sem við erum í. Það hefur ekkert breyst. Sú ákvörðun stendur enn að fara í Ketilsbraut 7 og 9. Það hefur ekkert breyst. Þannig að þessi tillaga er í grunninn ekki viðbót við neitt. Þannig að það er ekki hægt, finnst mér, að samþykja tillöguna því hún er engin breyting frá því sem þegar er í gangi. Hún er það ekki. Því enn í dag er stjórnsýsluleg ákvörðun fyrir því að fara í Ketilsbraut 7 og 9.
Engin ákvörðun hefur verið tekin að breyta því. Þannig að þetta ekki viðbót þessi tillaga að gera eitthvað nýtt í málinu. Hún það sama og þegar í gangi. En orðið laust. Aldi hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Aldi. Forseti, sko, ég fagna þessari umræðu af því að mér búið að vera mjög hugleikið hvernig staðan á öllu í tengslum við stjórnsýsluhúsið, þannig að það mjög gott að við séum að tala þetta hérna. Sko, ég vil meina að við flækjum hlutina oft alveg gríðarlega. Og það var komið inn á áðan að þetta væri svo svakalega flókið. Í mínum huga þetta ekki svakalega flókið. Þetta bara ákvörðun sem þarf að taka og það þarf að halda áfram með hana. Fólk getur verið sammála eða ósammála hana, það bara gott og vel. Eins og var líka komið inn á áðan, það var starfshópur sem fór í þetta að skoða hvað væri best að gera fyrir stjórnsýsluhúsið fyrir næstu 1,5 ári síðan. Og niðurstaðan úr þessum hópi var að fara í að laga stjórnsýsluhúsið, Ketilsbrautina. Það var tekið út af framkvæmdaáætlun núna síðast og ég ætla bara alveg að viðurkenna vankunnáttu mína þegar ég samþykki það á þeim tíma ég upplifði svolítið eins og það væri bara engin annar valmöguleiki í boði heldur en að taka þetta út af framkvæmdaáætlun. Og svona eftir á að hyggja þá hefði ég ekki átt að samþykja að við hefðum tekið þetta út því eins og ég kom inn á áðan það ekki heimsendir að skulda smá peninga. Við megum vissulega ekki steypa okkur í eitthvað rugl, en stundum þurfum við að framkvæma og gera hlutina þótt að við eigum ekki fyrir því. Og við gerum þetta öll heima hjá okkur líka. Við tökum lán. Ef það eitthvað sem þarf að laga, þá förum við í það. Þannig að ég vil meina að stórum hluta ástæðan fyrir að þetta hefur ekki farið bara að það hefur ekki verið vilji hjá meirihlutanum til að fara í þetta. Ég hef alveg sagt það áður á sveitarstjórnarfundum að mér finnst ofboðslega vond eyðsla á peningum sveitarfélagsins að vera á leigumarkaði. Mér finnst það alveg glórulaust þegar við eigum eignir sem að við getum notað til þess að vera með starfsemi í að við séum þá eyða peningum í að leigja það. Ég bara skil það ekki og ég mun aldrei skilja. Ég myndi persónulega sjálf aldrei gera þetta og ég skil ekki af hverju sveitarfélagið ætti að gera þetta. Stjórnsýsluhúsið þarf ekki að vera þarna, alls ekki, en við eigum þetta húsnæði. Og mér finnst klárlega ástæða til að bara gera gott úr því og byggja það upp. Því að og líka eins og Benóný kom inn á áðan, það hafa verið hugmyndir að færa starfsemina sem í Sólbrekku í það húsnæði sem að væri frábært því það hefur verið ósk frá félagsmálunum að koma þeirri starfsemi meira niður í bæ. Þannig við værum líka að mæta því. Vissulega þetta hluti sem þarf að skoða hvort það hentar og allt það, en þetta ein af hugmyndunum. Hvað var meira? Já, ég ætlaði að koma inn á að því að það var líka verið að tala misskilningin að við hefðum ekki farið út úr húsinu, að ekki verið ástæða fyrir því. Og ég ætla bara að taka undir það sem forseti var að segja, það var gild ástæða fyrir því að við fórum út úr þessu húsi og það var bara hárrétt ákvörðun. En við þurfum vissulega eitthvað að bregðast við þessu. Ég tek undir það sem Benóný sagði og ég myndi gjarnan vilja og ég ætla að styðja það að þessu verið vísað inn í skipulags- og framkvæmdaráð og þetta verið tekið fyrir þar. Ég alveg til í, og ég verð bara að standa og falla með því, ég alveg til í að sveitarfélagið taki lán til að byrja þessar framkvæmdir því að ég held að til lengri tíma þá spörum við frekar pening í því heldur en að vera að leigja undir bæði félagsþjónustuna og svo undir skrifstofu stjórnsýslunnar, húsnæði. Ég alveg sannfærð það og ég allavega myndi vilja sjá tölur og útreikninga á þessu
hvernig staðan á þessu því ég trúi því í alvörunni að þetta sé ekki skynsamleg leið sem við erum að fara núna. Og ég væri alveg til í að taka lán til þess að fara í þetta. Takk. Aldi hefur lokið máli sínu, orðið laust. Já, Eiður hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Eiður. Já, forseti, kjörnir fulltrúar. Ég fagnaði bara að taka þessa umræðuinn, þó svo að sé alltaf erfitt að taka einhverja svona stóra umræðu og alltaf einhvern veginn að leiða hann í jörðin á svona fundi. En það sem búið að koma þetta fram að búið að taka þessi ákvörðun og hún liggur ennþá inni, hún liggur ennþá fyrir að við ætlum að endurbyggja húsið, það svo sem bara búið að frestast og ekkert gerst frá því að svo ákvörðun var tekin út af Dollu. Það er náttúrulega fjárhagsgrundvöllur sveitarfélagsins hefur algjörlega hrunið niður, þannig að við erum að reyna að skera allt utan að þessu og sjá hvað setur. En ég er samt sem áður alveg sammála Aldei með það að þetta kallar kannski á aðrar leiðir þegar menn ætla að fara í svona lagað að fjármagna þetta öðruvísi. Við höfum ýmsar leiðir til þess, það var einhvers konar lántökur, við gætum farið Orkuveituna eða einhverjir fleiri gætu komið að með þetta hús til þess að eignast einhverja hluti og farið í að fjármagna þetta. Það er ótrúlega leiðir sem hægt er að gera í þessu. Ég sé aðeins á þessu varandi þessa tillögu hjá Benna með að vísa henni beint yfir í skipulags- og framkvæmdaráð að hraðinn eins og kostur ég myndi þá kannski frekar horfa eftir að ráðið tækja hana inn og þarna myndi vinna þetta eitthvað áfram aðeins. Við þurfum eitthvað aðeins að ramma þetta inn. Það er erfitt að fá eitthvað svona inn í ráðið þar sem það ætti bara að einhenda sér í að fara á stað. Það er svo margt sem á eftir að gerast áður en það er. En ég er mjög ánægður með að fá tillögum að koma sinni í skipulags- og framkvæmdaráð. Þar munum við gera eitthvað við hana. Þið eru búin að hafa hann inn í byggðaráði núna í meira en ár og þar hafi ekki gert neitt annað en að vera ósammála hana. Þannig að ég held að við skulum bara taka hana við Sofía og okkar gengi og aðeins að vinna hana áfram en ekki kannski eins og hún er svona. Ég myndi vilja aðeins snúa á hana með það að við værum ekki að taka hana beint inn og hraða þess eins og kostur út af því að það eru miklu peningar. Við erum að tala um að hundruði milljóna til eða frá eftir því hvaða leiðir væri farið og hvað væri gert. Þannig að það þarf að hugsa þetta vel. Þannig að ég myndi aðeins vilja fá meiri umræðu um það. Eiður hefur lokið máli sínu, Benóni Valur hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Benóni. Forseti, svo að sé alveg skýrt þá, ég var ekki að stinga upp á því að við hættum í Íþróttahúsið á Húsavík eða Sundlaugina í Lundi, alls ekki. Ég var einfaldlega að tala um að við færum bara í þessa framkvæmd óháð því og taldi mig að hafa lagt fram nokkuð skýr gögn það að við værum að bara hreinlega að væri fjárhagslega hagkvæmt fyrir okkur að hætta þessari leigustarfsemi og ástæði fyrir ég er líka að tala um þetta núna er að samkvæmt áætlun eins og liggur fyrir núna eftir fyrri umræðu á ekki að gera neitt í húsinu á næsta ári. Sem þýðir einfaldlega það að við erum komið með þetta til 27 sem þýðir það að 29 þegar mögulega er þið komið inn væri við búin að borga einhverja 65 milljónir í leigu undir Stjórnarráðshúsið. Það finnst mér ekki góð ráðstöfun af fjármunum. Ég get tekið undir með Eið og ég skal bara gjarnan klípa aftan á tillögunum minni þannig að það stoppi við hefja strax undirbúning að framkvæmdinni. Mér finnst það í alvöru bara að vera algjörlega nauðsynlegt að bæði að við komum þessu húsi í einhverja framkvæmd áður en að verður alveg ónýtt og að við gerum það eins fljótt og auðið er. Benóni hefur lokið máli sínu, Sofía hefði beðið orðið, gjörðu svo vel, Sofía. Forseti, sveitarstjórn. Þetta er flókið mál, eins og við öll vitum. Það sem ég held að við þurfum að gera er að vera róleg. Aðeins að íhuga þetta mál. Við ætluðum jú vissulega að hafa 40 milljónir inn á framkvæmdaáætlun þessa árs til þess að skoða málið.
Við urðum að taka þessa 40 milljónir út þar sem við þurftum að skera niður vegna þess að sveitarfélagi er statt í verulegum áskorunum, fjárhagslegum áskorunum í dag, eins og við öll vitum. Ég tel það óskynsamlegt að ætla að skella þessari hugmynd beint inn í skipulags- og framkvæmdaráð til þess að undirbúa framkvæmdir. Ég tel að við þurfum að vera róleg, ígrunda máli vel. Við þurfum frekar að setja það og vísa til byggðarráðs, að ég tel, vegna þess að þar eru fjármálin ákvörðuð en ekki í skipulags- og framkvæmdaráði. Það þarf að greina það mjög vel ef við ætlum að taka lán, hvers konar lán og hversu mikið megum við taka. Því það er mjög óábyrgt að segja að við getum alveg tekið lán. Af því það er líka takmörkum háð hversu mikið lán sveitarfélög geta tekið og við verum að hafa það í huga. Það að slengja fram hérna 350 milljónum króna hugmynd í þetta verkefni sem er miklu stærra en það er líka óábyrgt. Þannig að ég tel að ef við ætlum að halda fram með þetta mál og þá þurfum við að setja það að við getum skipað starfshóp til þess, en það þarf að ígrunda það mjög vel. Það þarf að greina mjög vel þá möguleika sem við höfum, þá varðandi mögulega lántöku, ef hún er möguleg, og þá tímalínu, hvenær hægt verið að hefja undirbúning og framkvæmd á þessu máli og hvenær því verið síðan lokið. Þannig að ég legg þá frekar til að þessu máli verði vísað til byggðarráðs en ekki til skipulags- og framkvæmdaráðs. Því að fyrir því þurfa að liggja miklu betri og ríkari ástæður inn í skipulags- og framkvæmdaráð til þess að geta tekið á málinu. Sofía hefur lokið máli sínu. Kristín Jóhann hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Kristín. Já, forseti sveitarstjórn. Ég sjálfur er þeirri skoðun að sveitarfélagið eigi að fara í framkvæmdir á Ketilsbraut 7 og 9 og daga ekki upp á leigumarkaði. Þar af leiðandi sé ekkert athugavert við að skipulags- og framkvæmdir og taki þetta upp núna á milli umræða og finni málinu farveg fyrir seinni umræðu sveitarstjórnar. En svo sem þetta er búið að eiga sér langa sögu, ég ætla ekki að fara í langa söguskýringar eins og Hjálmar Bogi, en það er til bókun frá 13. febrúar 2024 það sem skipulags- og framkvæmdaráð fal Suðurstjórn og skipulags- og umhverfissviðs að vinna að aðgerðaáætlun fyrir Ketilsbraut 7 og 9 og ásamt henni átti að vera gert kostnaðarmat á nauðsynlegum framkvæmdum með mögulegri áfangaskiptingu svo sveitarfélagið gæti tekið ákvörðun hvernig standa skyldi að framkvæmdunum. Þannig að við erum að tala hérna í svolítið margar hringi, sko. Takk fyrir. Kristín hefur lokið máli sínu. Birkir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Birkir. Forseti sveitarstjórn, mér langar bara að segja þetta á svona mannamáli og kannski líka fyrir krakkana hérna. Þetta hús lekur, það er búið að leka í langan tíma. Að flytja bara út fyrir húsinu, leigja einhverstaðar annars staðar og láta húsið bara leka er galið. Þannig að bara laga húsið. Svo getum við gert hvað sem er með það en stoppum leka. Birkir hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Helena hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Helena. Forseti, þegar ákvörðun var tekin í sveitarstjórn þá greiddi ég atkvæði með því að fara í endurbætur á Ketilsbraut 7-9 og afstaða mín var það hefur ekki breyst. Hér hefur verið komið nokkru sinnum inn á það að við þurfum þá bara að taka lán fyrir framkvæmdum og þá langar mér rétt aðeins að koma inn á það að samkvæmt fjárhagsáætlunum sem við vorum að vísa áðan í fyrri umræðu til síðari umræðu að þá erum við að gera ráð fyrir umtalsverðri lántöku á næsta ári og næstu árum. Við erum að gera ráð fyrir því að taka 400 milljónir króna að láni á næsta ári fyrir fjárfestingar.
Ég veit ekki hversu ábyrgt það væri af okkur sem sveitarstjórn að ætla að taka mikið meira að láni. Þannig að verkefnið okkar núna á milli umræðna ætlum við okkur að reyna að koma þessu af stað og sem að ég myndi mjög gjarnan vilja við gerðum. Það er ærið í því að finna þá peninga þá í fjárhag sveitarfélagsins án þess að það þurfi að bæta á þessa lántöku sem verður mjög íþyngjandi fyrir okkur. Það var þetta sem ég vildi hafa sagt að nú þurfum við bara þá öll að leggjast á eitt með að finna þessa fjármuni í rekstri sveitarfélagsins. Helena hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Benóný Valur, þriðja sinn sem tillögu flytjandi, þá er sem að samþykja það. Gjörðu svo vel, Benóný. Forseti, já, það hefur margt verið sagt og margt verið ritað og margt verið bókað þetta mál síðan að það hófst þegar við þurftum, og sannarlega ég tek undir það með öðrum ræðumönnum, urðum að fara úr húsinu. Það var ekki hægt að bjóða fólki upp á að vinna þarna eins og staðan var. En það sem ég er eiginlega að kalla eftir er sko einmitt að við erum búin að tala í hringi og það gerist ekki neitt, bara ekki neitt. Og við verðum að mínum mati að grípa til aðgerða. Vissulega, já, ég er að tala hér ógætilega lántökur, en hef þó leið bent á að af þeim 3,2 milljónir sem við yrðum að borga af svona láni, kæmu bara tæplega 2 beint úr því að vera í leigupeningum í dag. Við erum ekki alveg að tala bara hreint tap á þessari hugmynd, sko. En þar fyrir utan endilega bara gerum eitthvað, sko. Það er eiginlega, það er ákallið mitt að það verði teknir upp vinnuhanskar og það verði farið í málið og að hætta að tala um það. Við erum búin að tala um það í 1,5 ár. Nú þurfum við að gera eitthvað. Benóný hefur lokið máli sínu. Með leyfi varaforseta. Forseti ágæta sveitarstjórn. Svo því sé haldið til haga, eins og hér hefur verið komið inn á, tillagan sem hér liggur fyrir frá Benóný Val er ekki breyting á því sem þegar hefur verið ákveðið að gera. Það er þannig. Það liggur fyrir að það var ákveðið að fara í Ketilsbraut 7 og 9. Það er rétt. Það hefur bara ekki gerst og það lítur að vera einhver ástæða fyrir því. Þannig ég segi fyrir mitt leyti að við getum samþykkt tillögu Soffíu að vísa þá frekar umræðinu til byggðaráðs því að skipulags- og framkvæmdaráð hefur ekki fjármuni. Þannig skipulags- og framkvæmdaráð verði tillagan hans Benóný samþykkt þarf að byrja á því að senda beiðni til byggðaráðs að fá peninga í það að fara mögulega einhverjar framkvæmdir. Og hér megum við ekki tala óábyrgt, við erum öll búin að sjá minnisblaðið upp á 100 milljóna að fara í þessar framkvæmdir. Það er óábyrgt, finnst mér, að standa hér eins og sé ekkert mál að taka lán upp á 100 milljóna í endurbætur og stjórnsýsluhúsi. Og það var samþykkt samhljóða, það er rétt hjá Aldey, það var samþykkt samhljóða að taka út þær 40 milljónir sem átt að fara í verkefni árið 2025. Það er rétt. Við mögum heldur ekki tala þannig að þó svo við segjum við myndum samþykja tillöguna hans Benónýs. Jæja, nú að taka upp hanskana og drífa í þessu. Einhvers staðar verðum við að vera meðan í þessi 2-3 ár. Þeir peningar hverfi ekkert bara. Við þurfum áfram að borga þá. Segjum þetta gangi eftir, sem þegar er meiri sem var ákveðinni hefur samt ekki gerst. Einhver rök það að fá einhverja 20 milljóna, 60, 70, 80 fyrir Sólbrekku er óábyrgt í því fasteigna ástandi sem við erum í núna. Það er óábyrgt. Því sannarlega þarf sú þjónusta sem er þar að vera annars staðar. Ég held ég séu nú öll sammála um það. Og að því að Aldey vísaði það myndi vilja sjá einhverja tölur. Tölurnar liggja fyrir í minnisblaðinu sem við sáum öll fyrir þennan fund og við erum búin að fjalla í þrígangi í byggðaráði. Tölurnar ekki að koma neinum og óvart. Alls ekki.
Og ég ætla að segja fyrir mitt leyti líka vil bæta því við vegna þess að þegar er óskað eftir því að taka þetta erindi fyrir, þá kom erindi í tölvupósti það bara að ræða þetta mál en tillagan lá ekki fyrir þennan fund. Tillagan það frá Benóný að koma á þessum fundi. Það hefði verið betri bragur því finnst mér fyrir okkur hin 8 sem eru með Benóný í sveitarstjórn að fá tillöguna fyrirfram. Heldur en þetta væri bara umræðu að reifa máli, því það þarf sannarlega að gera það, því við erum ekki á góðum stað í þessu máli. Þannig að gögnin sem fyrirliggja í minnisblaðinu sem byggðarráð búa fjallum og skipulags- og framkvæmdaráð held ég hefur séð, allavega hefur byggðarráð fengið þetta 3 svar til umræðu hjá sér. Því að, eins og Helena benti réttilega á, við vorum að samþykkja að vísa fyrri umræðu fjárhagsáætlun í síðari umræðu. Það hefði líka verið hægt að koma með tillögu inn í byggðarráði, þar sem Benóný Valur situr, tökum peninga og setjum, byggðarráð, ákveði þetta bara, tillögin í byggðarráði, þar sem málið og Soffía að leggja til að við höldum því bara áfram þar. Það hægt að koma með tillögu í byggðarráði að vísa koma með tillögu, segjum bara setja 50, 100 milljónir eða hvað svo sem við viljum setja. Það hægt að koma með tillögu í byggðarráði bara flott, það hægt að gera það bara strax í næstu viku. Það þurfti ekki þennan sveitarstjórnarfund til þess, svo því sé algjörlega haldið til haga. Því að tillagan ekki til staðar, sko. Hér líka notuð þau rök að fari húsnæðis í vegum, við eigum tún, það búið að tala vísishúsi, það búið að tala Landsbanka, búið að tala fullt af möguleikum. En þetta hárrétt sem Birkir segir. Þetta húsnæði sem ekki viðunandi aðstæður, þess vegna fórum við út úr húsinu og þarf sannarlega að laga. En við höfum bara ekki sett pening í það. Og það alveg hægt að standa hér og segja, við viljum segja, já, bara hanskana og taka 500 milljónir króna lán og byggjum stjórnsýsluhús. Ég veit ekki hvort það eftirspurn eftir því að auka lántöku sveitarfélagsins við núverandi aðstæður að setja 500 milljónir í stjórnsýsluhús. Það getur verið afstaða einhver að gera það. Segir mitt leyti, ég myndi þá frekar vilja setja framkvæmdirnar í eitthvað annað og leysa máli með öðrum hætti. Eins og verið að gera, það bara hefur ekki gerst. Herðu, en orðið laust, það var einhver búinn að biðja orðið. Aldi, gjörðu svo vel. Nei, Aldi, gjörðu svo vel. Öðru sinni. Forseti, takk fyrir. Mér finnst alltaf jafn áhugavert þegar verið að leggja fram mál, kemur frá einhverjum, og þegar verið að setja út á það hvernig það gert. Ég skil ekki hvers vegna verið að gera það. Benóný leggur fram umræðu og leggur fram tillögu. Hann hefur frjálsan vilja sem kjörinn fulltrúi að gera það. Það þarf ekki að gera það eftir uppskrift einhvers eins aðila í sveitarstjórn. Aldi, þetta rangt. Nei, þetta bara ekki rangt. Þú ert að búa til eitthvað. Nei. Jú. Þetta ekki fyrsta skiptið. Þú skaltu halda þig. Já, ég að því. Þetta mál. Já. Það kom fram áðan. Það óábyrgt að taka lán. Ég alveg sammála því. Það óábyrgt að taka lán sem ekki gert af góðri ástæðu. Það líka mjög óábyrgt að láta eignir sveitarfélagsins eyðileggjast. Það mjög óábyrgt líka. Við það sem ég var að tala áðan, við að tala mögulega einhverja lántöku til að koma verkefninu af stað. Af því að eins og við vitum þá tekur oft taka svona framkvæmdir langan tíma. Það ekki verið að tala að taka lán fyrir öllu verkefninu. Og það væri mjög gott að halda áfram með þetta ekki bíða og það þarf að skoða allar hliðar á þessu. Við búin að tala alls konar leiðir til að fjármagna þetta verkefni og ég mjög til í að við förum í frekari vinnu að finna pening fyrir þessu verkefni. En það sem þetta kannski snýst fyrst og fremst að halda áfram. Af því við búin að vera, það verður bara viðurkennast, við búin að vera rosa mikill í bið með þetta. Og það hefur komið fram, það alveg ástæður fyrir því. En það þarf að halda áfram með þetta og það þarf að gera eitthvað í þessu að mínu mati.
Ég var að tala hérna tölur áðan, að kalla eftir tölum. Þær tölur sem að ég var að kalla eftir eða var að tala að væri kannski gott að fá ekki kostnaðurinn við breytingarnar á stjórnsýsluhúsinu, heldur meira kostnaðinn við að leigja versus hvernig við myndum borga af lánum. Þú veist, hvað er betra að gera? Þú veist, erum við að henda peningum út gluggann frekar við að taka lán eða frekar við að leigja? Þannig tölur væri ég til í að fá að skoða þessi nánar. En já, bara aftur, þú veist, það getur vel verið að þetta sé rétt, þetta ekki að bæta neinu við, þetta meira kannski bara að höldum áfram. En það hefur ekki verið gert. Takk. Aldi hefur lokið máli sínu. Eiður, hafði beðið orðið og svæl. Eiður. Já, forseti, kjörnir fulltrúar. Já, það búið að segja ýmislegt og snúa þessu enn á ný í marga hringi. Auðvitað er kannski ágætis til að fara aftur með þetta inn í byggðarráð og halda því áfram þar, sjáum hvað setur. En ég held að við erum bara sjálf búin að gera þetta flókið með því að tala og tala og tala. Þetta er ekkert svona flókið, það er alveg hægt að kljúfa þetta niður. Fólk er að framkvæma flókna hluti allan heim, alla daga og laga leka meðal annars og laga myglur og laga stjórnsýsluhús eða skrifstofuhúsna. Það er verið að gera þetta alls staðar. Þetta er ekkert nýtt. Þannig að menn geta gert svona einföld mál flókin með því að setja alltaf einhverja skýjaborgir á, hækkum húsið í 7 hæðir og málum þakki blátt eða gult eða einhvern veginn, þá fyrst verða málin flókin. Þegar alltaf koma nýja tillögur ofan á hinar, en það er þessi samþykkt ennþá fyrir, sem hef búið og hún liggur ennþá klár að fara í húsið. Það er ekkert búið að snúa því. Það er fullt af flottum hugmyndum og þetta gera ekki að hluti, en meðan við getum nú ekki einu sinni laga lekan, þá get ég nú ekki séð hvernig við ætlum að gera allt hitt ofan á þetta. Þannig að reynum bara að halda því áfram og það er búið að koma einhverja hugmyndir hér einhvers konar hóp eða eitthvað sem að við getum, það sem að hægt er einhvern veginn að halda fastar utan málið og koma því áfram. Við þurfum einhvern veginn að sammælast einhverja aðferð þar sem að hægt er að búta þetta einhvern veginn niður. Við tökum þetta ekki í einum bita, búta þetta einhvern veginn niður og horfa á hvað við getum gert í einhverjum áföngum, fara þá yfir hugsanlega fjármögnun, hvernig það væri gert og annað. Þannig að það er búið að segja þetta allt saman. Það er bara einhvern veginn að pikka þetta niður og ná utanum þetta aftur og íta málun aftur á stað. Það er eins og Kitti kom með hérna áðan, það er klár bókun. Skipulags- og framkvæmdaráð fyrir 1,5 ári síðan sendi málið út á Akureyri sem átti að byrja að skipuleggja og undirbúa málið, en það hefur ekkert gerst. Út af því að við erum alltaf að flækja málið með að tala öll hérna ofan í hvort annað að þetta sé svo óbóðslega flókið. Þetta sé svo flókið, það eiginlega sé ekki hægt að gera neitt. Og það er náttúrulega ekkert góð staða. Við skulum reyna einhvern veginn að íta þessu áfram. Tökum þetta, það verður bara sammælast aðra hvora tillöguna, að taka þetta inn í skipulags- og framkvæmdaráð eða byggðarráð, sennilega betra byggðarráð taki þetta bara og haldi áfram að rífast aðeins þetta og komi þá með eitthvað ígrunda það sem við getum að haldi áfram með málið. Þetta er ekki hægt svona. Ég held að er ekki ágætt bara að við klárum þetta þessum fundi með einhverja svona tillögu og hann fer enginn hér út fyrir en það er búið að sammælast það. Hjálmar verður bara að hleypa fólki oftar en 3 svar upp. Takk. Eiður hefur lokið máli sínu öðru sinni. Gjörðu svo vel, Kristinn, öðru sinni. Herri, já. Mér langar þá að fara svona nokkuð veginn leiðina sem að Eiti sagði og reyna að fara að tillögu Soffíu og Benónís og því sem skipulags- og framkvæmdaráð ákvað fyrir 1,5 ári. Þannig að ég er með tillögu sem mig langar að leggja hérna fram. Hún hljóðar svo: málinu verði vísað til byggðarráðs, því verði falið að fá kostnaðarmat á nauðsynlegum framkvæmdum með mögulegri áfangaskiptingu, svo sveitarfélagið geti tekið ákvörðun hvernig standa skuli að framkvæmdum. Þá erum við að fara að leyfa skipulags- og framkvæmdaráði að taka ákvörðun eftir að veskið er búið að sjá hvað hægt er að gera, á hvaða tíma og annað. Ég held að þetta sé svona millivegur hjá öllum og við getum hægt þá að ræða þetta mál og vonandi fara að byrja að gera eitthvað í. Takk fyrir. Kristinn hefur lokið máli sínu.
Benóný Valur hefur beðið orðið að gjöra svo vel. Benóný. Forseti, ég ætla að vera snöggur bara, af því að þetta er vafamál hvort ég megi verið en ekki. Ég styð tillögu Kristins og ég get tekið undir það með forseta að það var vissulega klaufalegt hjá mér að hafa ekki verið með tillögun að klára. Ég skal bara segja alveg svo ég var ekki alveg viss hvert ég ætlaði þegar ég sendi tölvupóstur á sunnudaginn. Ég vildi bara fá umræðuna og þess vegna var tillagan ekki með. Og það er bara rétt að það hefði verið betri bragur á því að gera það þannig. Ég var bara ekki alveg viss hvað ég vildi fá, en gríðarlega góð umræða hérna og takk hérlega fyrir hana og ég styð tillögu Kristins að við förum með þetta inn í byggðarráð og hendum einhver í gang þar. Benóný hefur lokið máli sínu. Herðu, þá förum við að greiða atkvæði. Forseti túlkar sem svo að tillagan hans Kristins gengur lengst. Þannig að þá greiðum semst atkvæði hana fyrst og sjáum hvernig þetta gengur því sannarlega tókst að skapa umræður þetta mál. Þá greiðum við atkvæði tillögun hans Kristins. Búin að senda hana, Kristín? Hún er að skrifast hérna upp. Kristín leggur semst til að málinu verið vísað til byggðarráðs. Því verið falið að fá kostnaðarmat á nauðsynlegum framkvæmdum með mögulegri áfangaskiptingu svo sveitarfélagið geti tekið ákvörðun hvernig standa skuli að framkvæmdum. Þetta er svona? Já. Við lögum formsatriðin það síðar, en er þetta ekki svo sveitarstjórn geti tekið ákvörðun? Má ég leggja það til? Já. Já, ég sé þetta næstu því ekki. Málinu verið vísað til byggðarráðs. Því verið falið að fá kostnaðarmat á nauðsynlegum framkvæmdum með mögulegri áfangaskiptingu svo sveitarstjórn geti tekið ákvörðun hvernig standa skuli að framkvæmdum. Má ég biðja að því verið breytt í framkvæmdinni? Standa skuli að framkvæmdinni. Já, þá er þetta að fæðast. Já, þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt tillögun hans Kristins sem gengur lengst að gefa merki með því að rétta upp hönd. Hún er samþykkt með atkvæðum Eiðs, Birkis, Kristins, Ingibergar, Aldeyjar, Helenu, Benónýs og Soffíu og Hjálmar situr hjá. Þá lít ég svo á að hinar tillögurnar falli sjálfkrafa út og þessu máli lokið að sinni. Takka þér fyrir, Kristinn. Við förum í mál númer 13 sem er samþykkt hunda- og kattahald. Einmitt. En á 157. fundi sveitarstjórnar var bókað að sveitarstjórn samþykki samhljóða vísa samþykktinni til síðari umræðu í sveitarstjórn og forseti ætlar að leggja það til að þessu máli verði vísað til skipulags- og framkvæmdaráðs í ljósi lagasetningar Alþingis í gær mögulega breytinga á þessu áður en við tökum þetta svo fyrir í síðari umræðu í desember. En orðið laust þá tillögu. Enginn sem vill ræða það, þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt þessa tillögu að þetta fari fyrir skipulags- og framkvæmdaráð og komið á til síðari umræðu í desember, gefið merki með því að rétta upp hönd. Samþykkt samhljóða. Við förum í mál númer 14 sem er endurgreiðslu hlutfall LSH en á 507. fundi byggðarráðs var eftirfarandi bókað að byggðarráð vísar erindinu til afgreiðslu í sveitarstjórn og til útskýringar það er þetta óbreytt frá fyrri árum. En orðið laust ef einhver vill ræða þetta mál.
Svo ekki, þá vil ég beða þau sem geta samþykkt þetta að gefa merki með því að rétta upp hönd. Samþykkt samhljóða. Og við förum í mál númer 15 sem fjölskyldu þjónusta Norðurlands eystra en á 227. fundi fjölskylduráðs var eftirfarandi bókað að ráðið staðfestir þátttöku í styrkumsókn vegna verkefnisins og leggur til við sveitarstjórn að samþykkja þátttökuna. Og Kristín Jóhann hefði beðið orðið. Gjörðu svo vel, Kristín. Forseti sveitarstjórn, þetta verkefni hugsað sem 24 mánaða tilraunaverkefni á árunum 2026 og 2027 með að markmiði að efla farsæld barna og fjölskyldna þeirra með samþættum og snemmtækum stuðningi. Takk. Kristín hefur lokið máli sínu, orðið laust. Enginn sem vil ræða það frekar, þá vil ég beða þau sem geta samþykkt þátttökuna að gefa merki með því að rétta upp hönd. Samþykkt samhljóða. Við förum í mál númer 16 sem svæðisbundið farsældarráð á Norðurlandi eystra en á 228. fundi fjölskylduráðs var eftirfarandi bókað. Fjölskylduráð samþykkir samningsdrögin og vísar þeim til staðfestingar í sveitarstjórn og orðið laust. Katrín hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Katrín. Forseti, mér finnst nú ástæða til þess að koma hérna upp og fagna þessu máli því að þetta lagaskylda sem hvílir á okkur samkvæmt 5. grein laga nr. 86/2021 sem eru lög samþætta þjónustu í þágu farsældar barna. Þetta einn áfangi á þeirri leið að samræma þjónustu við börn og það breið samstaða á okkar svæðum stofnun þessa ráðs. Það eru öll sveitarfélögin innan SSNR sem eru aðilar að ráðinu en auk fulltrúa sveitarfélaganna sitja í ráðinu fulltrúi Heilbrigðisstofnunar Norðurlands, Sjúkrahússins á Akureyri, Lögreglunnar á Norðurlandi eystra, Framhaldsskólana á Norðurlandi eystra og svæðismiðstöðvar íþróttahéraða ÖMFÍ og ISÍ. Og svo starfar verkefnastjóri farsældarráðs Norðurlands eystra með ráðinu og það hefur verið SSNE sem hefur leitt þessa vinnu við stofnun ráðsins og þessu verkefni, þannig að þegar búið að fagna þessu verkefni núna fyrir 2 vikum inn á Akureyri. En fulltrúi Norðurþings í þessu ráði verður sviðsstjóri velferðarsviðs, bara það starfsheiti í raunin á hverjum tíma og varamaður félagsmálastjóri og þetta ótímabundin skipun í ráði. En ég fagna því að þessi áfangi sé að nást. Katrín hefur lokið máli sínu, orðið laust. Ekki fleiri sem vilja ræða það, þá vil ég beða þeim sem geta samþykkt samningsdrögin og verið þá samþykkt sveitarstjórnar, gefur merki með því að rétta upp hönd. Samþykkt samhljóða og við förum í mál nr. 17 sem samningur barnaverndarþjónustu og Norðurlandi eystra en á 228. fundi fjölskylduráðs var bókað að ráðið samþykki samningsdrög barnaverndarþjónustu og Norðurlandi eystra og vísar þeim til staðfestingar í sveitarstjórn og orðið laust. Enginn sem tjá sig það en þetta mál þarna sem sagt 2 umræðna þannig að þetta kemur aftur fyrir þá í desember. Enginn sem tjá sig það, þá beðið þau sem eru sammála því að vísa þessu til síðar umræðu að gefa merki með þeir rétta upp hönd. Samþykkt samhljóða og við förum í síðasta samþykkta liðin sem endurskoðun samþykkta Norðurþings en fyrir sveitarstjórn liggur tillaga viðbót við samþykkti sveitarfélagsins sem snúa að barnaverndarþjónustu til fyrri umræðu og þetta þá til fyrri umræðu og eina viðbótin við samþykktirnar sem sagt barnaverndarþjónusta. En orðið laust þetta. Enginn sem vil kveða sér ljós það, þá vil ég beða þau sem eru sammála því að vísa þessu til síðari umræðu að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það samþykkt samhljóða og við höfum lokið afgreiðsluliðum og gerum þá stutt fundarhlé.
Já, fundi er framhaldið í sveitastjórn Norðurþings og erum þá komin í fundargerðir til umræðu, afgreiðslu og kynningar. Fyrst eru það þá mál nr. 19 og 20, fundargerðir fjölskylduráðs nr. 227 og 228 og ég vil minna kjörna fulltrúa á að greina frá því í hvorri fundargerðinni og þá hvað liður í þeirri fundargerð fólk vil taka til máls og orðið er laust. Benóni og Valur hefur beðið orðið, gjör svo vel Benóni. Forseti, fjölskyldur á 228, mál nr. 12. Óskum að hafa verið greiningun og uppbygging og húsnæði fyrir líkamsrækt á Húsavík. Pínu aðstæðan þetta standa hérna sem tillöguflytjandi og tala hvað þetta sé frábært til það. En svona er nú bara staðan. Ég vilja bara vekja athygli á eiginlega á því gríðarlega mikla starfi sem að fer fram á Húsavík í hinum ýmsu húsnæðum þar sem verið að reyna að hreyfa Húsvíkinga fyrst og fremst. Við erum jú heilsueflandi samfélag og berjum okkur að brjóst fyrir það og það er fullt af fólki að vinna alls konar góða vinnu í þessu allt frá því að vera með jógatíman niður í Hvalasafni og upp í, einhverju fá aðstöðu í íþróttahúsinu að örlitlu leyti. En hugmyndin á bakvið þetta var eiginlega bara mjög einföld til að byrja með. Að fá bara að safna saman upplýsingum það hversu margir aðilar þetta eru og hversu mikla peninga þau eru að borga í leigu. Hvort að það væri hreinlega hagkvæmt að Norðurþing byggði svona hús og leigði það út. Alls ekki þannig að við varum eitthvað að borga með því. Það var ekki hugmyndin. Heldur bara einfallega að hvort það væri hægt að búa til betri aðstöðu og svona á einum stað fyrir alla þessa aðila sem eru að reyna að koma blóðinu á hreyfingu í okkur hérna sem hér búum. Og ég fagna því að þetta hafi verið tekið áfram þó að ég hefði viljað sjá afmarkaðri kannski niðurstöðu ráðsins í því að bara beina því til íþróttatónstafulltrúa að kanna þetta. Þetta er svona nokkri dagar, nokkur símtöl sem þurft að fara í það að bara að fá þetta á hreint, hvað þetta eru margir og hvaða fjármuni við erum að tala um. En gott mál og vonandi fá þessu fyrst niðurstöðja. Benóni Valur hefur lokið máli sínu þennan 12. lið, orðið laust hann. Eða aðra liði í fundargerðum fjölskylduráðs, þá er orðið laust. Ekki fleiri sem vilja tjá sig fundargerðir fjölskylduráðs, þá teljast þær framlagðar og við förum í fundargerðir skipulags- og framkvæmdaráðs, mál nr. 21 og 22, fundur 226 og 227 og það er þá eins að taka til í hvorri fundargerðin og hvaða lið í þeirri fundargerð kjörnir fulltrúar vilja taka til máls og orðið er laust. Sofía hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Sofía. Forseti, sveitarstjórn, þetta er fundur 226 og það er liður númer 4, framkvæmdu við Yltjörn og Bakkahöfða. Mér langar að vekja athygli á þessu skemmtilega máli þar sem að sveitarfélagið sótti í framkvæmdasjóð ferðamannastaða og fékk styrk til þess að bæta aðgengi og hanna og setja skilti við Yltjörnina og Bakkahöfða. Við erum að gera mjög skemmtileg útíðarsvæði og svo sem höfum haft Yltjörna mjög lengi en það er búið að bæta mjög aðgengi sérstaklega fyrir börn sem að koma þangað á hjólum og eins er verið að setja upp skilti þar og á Bakkahöfða þar sem að við erum komið með göngustíg, 3 km göngustíg
umhverfis höfðan. Íbúar geta farið og séð þessi skilti og kynnt sér þessi mál en geta einnig kíkt inn á fundargerðina og séð þar myndir og svo vonandi notið þessa skemmtilegu, hvað ég má segja, ekki ferðamannastaða, útivistarstaða sem vissulega eru líka ferðamannastaðir þegar vora fer að nýju og jafnvel í vetur líka. Soffía hefur lokið máli sínu, orðið þá laust þennan 4. lið í fundargerð skipulags- og framkvæmdaráðs. Eða aðra liði í fundargerðum skipulags- og framkvæmdaráðs og þá orðið laust. Soffía hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Soffía. Já, forseti. Það er fundargerð 227 og það er þá liður númer 2, gjaldtaka á bílastæðum miðbænum og á Hafnarsvæði. Þetta var tilraunaverkefni sem við fórum í að vera með gjaldtöku á bílastæðum við höfnina og rétt fyrir ofan höfn þar sem að mest álag hefur verið í kringum ferðamannatíman okkar. Tilgangurinn með þessu tilraunaverkefni var fyrst og fremst að færa umferðina og bílana af höfninni og upp í bæ. Þar sem að eru bílastæði, góð bílastæði sem kostar ekki neitt að leggja í og hvetur þá aðila sem er að fara í kvaðalagsskoðun frekar til þess að geyma bílana sína og svo í talningi þessa stóru húsbíla meðal annars og væri í bænum til þess að aðgengja að höfninni sé betra. Þetta verkefni tókst mjög vel. Og svo vel að við fengum meira sér að hagnað upp á 2,5 milljón út úr þessu verkefni sem við kannski gerðum ekki ráð fyrir en þar sem að sú jákvæða niðurstaða er í málinu að þá verður þessum hagnaði vissulega varið í að byggja frekar upp inni í varðandi bílastæði og frekari merkingar og skilti. Soffía hefur lokið máli sínu, orðið þá laust þennan annan lið í fundargerð skipulags- og framkvæmdaráðs númer 227. Eða aðra liði í fundargerðum skipulags- og framkvæmdaráðs, þá orðið laust. Svo er ekki, þá förum við í fundargerðir byggðaráðs, mál númer 23, 24, 25, fundargerðir 506, 7 og 8 og það er þá eins taka til segja í hvaða fundargerð og hvaða liði þeirri fundargerð kjörni fulltrúar vilja taka til máls og orðið laust. Helena hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Helena. Forseti, það er mál nr. 1 á fundi byggðarráðs nr. 507, skýrsla starfshóps atvinnumál á Húsavík og nágrenni. Og ég vil byrja á því að segja það, ég sé aðeins eftir því að við höfum ekki gert þetta bara að sér máli á fundi sveitarstjórnar, þessa skýrslu. Þannig að hún hefði verið kannski til umfyllunar sérstaklega en ekki bara undir fundargerð byggðarráðs. En mér langaði bara að taka undir það sem að byggðarráð bókaði, þar sem það lýsti yfir ánægju með skýrslu starfshóps forsætisráðherra og sem að mínu mati og eins og kemur fram í bókum byggðarráðs varpar raunsæju ljósi á þá stöðu sem er uppi í sveitarfélaginu. Langaði líka kannski að koma inn á það að það eru þarna tillögur sem að birtast í inngangi málsins undir fundargerð byggðarráðs, þar sem að tillögur starfshópsins sem eru dregnar saman þar og það er kannski sú stærsta og þýðingamesta, sú sem snýr að ráðningu verkefnastjóra til þess að hraða vinnu við þróun nýrra verkefna á Bakka. Og það einstaka verkefni mun skipta okkur gríðarlega miklu máli til lengri og skemmri tíma, þó að þetta sé hugsað fyrst til 2 ára.
Helena hefur lokið máli sínu þennan fyrsta lið í fundargerð biðrásnúmer 507. Katrín hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Katrín. Forseti, ég ætla nú að taka undir með Helenu. Ég ætla að fagna því að þessi skýrsla komin fram og það hefði verið alveg ástæða til þess að hafa þetta sérlið. Það alveg hárrétt. Þetta stórt mál fyrir Norðurþing. Öll þessi vinna sem búið að leggja í þessa samantekt sem kemur fram í þessari skýrslu. Þetta skýrsla sem unnin eftir, eftir að forsætisráðherra sett af stað starfshóp í júní til að taka saman atvinnumál í Norðurþingi, Húsavík og nágrenni. Og þetta ekki langur tími sem þessi hópur hafði til þess að vinna og taka saman gögn. Og mér finnst að þeir hafi unnið góða vinnu og þeir voru í miklum samskiptum við okkur á meðan á vinnslu skýrslunar stóð. Og það má alveg segja það þannig að það sé ekkert margt nýtt í þessari skýrslu fyrir okkur í samantektinni, en það að ríkið og ríkisstofnanir séu núna komnar með sömu mynd á tækifærin sem við höfum hérna í Norðurþingi, það okkur gríðarlega dýrmætt. Og það eru þarna, eins og Helena kom inn á, þá eru þarna tillögur og það þegar bara byrjað að vinna á mörgum af þessum tillögum. Til dæmis þá hérna í tillögu 3 þá gert ráð fyrir að ráðast í og afgreiða með skilvirkum hætti styrkingu flutningskerfis raforku og auka orkuöflun á Norðausturlandi. Og það var nú bara í síðustu viku sem að stjórn Landsnets og sviðsstjórar voru hér á ferðinni og á sama degi og þeir voru hér þá var tilkynnt heilmiklar bætur fyrir norðaustursvæðið af hálfu Landsnets og Rarik. Til dæmis þá var á að flýta aðgerðum á okkar svæði og þessar aðgerðir sem á að flýta og ráðast í sem fyrst, þær eru í heildina upp á rúma 2,2 milljarða króna. Og þetta snýr að tengingu milli Vopnafjarðar og Þórshafnar sem mjög nauðsynlegt fyrir svæði hérna fyrir austan okkur og allar framkvæmdir á þessu svæði þær styrkja okkur líka. En það sem á að gera hér í okkar nágrenni eru framkvæmdir á Bakka sem felast í byggingu og tengivirki undir spenni og stækkun á núverandi tengivirki, bæta við rofareitum og háspennurofa. Og síðan í lið 4, tillögu 4, þá talað samgöngur og alþjóðatengingar verði efldar, þar með talið hafnarframkvæmdir. En þarna til dæmis inn í alþjóðatengingu, nú erum við búin að gera viljayfirlýsingu við gagnaver og það skiptir máli að það sé gagnatenging af Bakka og til útlanda. Og faræs sem heldur utan gagnaflutninga til og frá Íslandi, það alveg mjög meðvitað það að Bakki þarf að vera jafn vel tengdur og Akureyri og Suðvesturhornið vegna mögulegra uppbygginga á gagnaveri. Þannig að það komið í gang. Vegagerðin, hún hefur sett mikla áherslu á uppbyggingu Skjálfandabrúarinnar á þjóðvegi 85, að hún verði í forgangi. Við erum búin að senda beiðni á Vegagerðina og innviðaráðherra að Dettifossvegi verði haldið opnum allt árið eins og lagðir áherslu á í skýrslunni og við höfum margítrekað við þingmenn og ráðafólk að sé bara mjög nauðsynlegt fyrir atvinnulíf, íbúa svæðisins og ferðamennsku á svæðinu og fleira. Og svo náttúrulega þessi tillaga sem að Helena dreifti hér á, það þessi fyrsta tillaga starfshópsins sem snýr að ráðningu verkefnastjóra til 2 ára með aðkomu ríkisins og Norðurþings sem hefði hlutverki að hraða vinnu við þróun nýrra verkefna á Bakka. Þetta verkefni bara komið í vinnslu. Við erum núna að kasta á milli drögum að auglýsingu eftir verkefnastjóra. Vonandi náum við að klára það bara núna á næstu dögum og við erum einnig að það verið að leggja drög að samningi þetta verkefnastjórastarf á milli ráðuneytanna og Norðurþings. Svo náttúrulega alveg ég ætla að taka það undir þessum lið að við erum að fara að halda þessa stóru ráðstefnu á fimmtudaginn í næstu viku og ég ætla bara að hvetja ykkur öll til þess að taka þátt í þeirri ráðstefnu.
Það þarf að skrá sig á ráðstefnuna, þannig að þeir sem eru ekki búnir að því, ég ætla að hvetja fólk til að gera það nú þegar. Þetta bæði skoðanaferð Bakka frá 10:30, það hérna hádegisverður og síðan ráðstefna milli 1 og 5. Og það eru mjög mörg frambærileg og flott erindi sem eru þarna, pallborð og fleira. Og þarna á að leggja bara drauginn að næstu skrefum í framtíð Bakka. Við þurfum að vera þolinmóð engu að síður, því að það mikil vinna eftir líka og ég fagna því alveg sérstaklega þegar þessi verkefnastjóri verður komin til starfa, því að það gríðarlegt verk að halda utan alla þræði núna eftir að skýrslan kom fram sérstaklega miðjan október, að þá hefur bara þungi í eftirspurn eftir lóðum á Bakka og að við skoðum verkefni hefur aukist mjög mikið og það bara gríðarlega mikilvægt að þessi starfsmaður komi til starfa sem fyrst og verði náttúrulega fullur af áhuga og þekkingu á þessu svæði. Þannig að ég segi bara, mér finnst framtíðin vera björt, við þurfum að vera þolinmóð, ég ætla að ítreka það, en nú þetta bara áfram gakk eins og hefur verið hingað til. Katrín hefur lokið máli sínu, orðið þá laust þennan fyrsta lið í fundargerð byggðarráðs, númer 507. Eiður hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Eiður. Já, forseti, kjörnir fulltrúar. Ég ætla bara að halda áfram með það sem frá var horfið á Katrínu og lýsa náttúrulega yfir mikill ánægju. Þetta góð skýrsla. Það svo sem ekkert margt nýtt sem við vissum ekki í henni. Það bara búið að taka saman mikið magn af upplýsingum og svona setja alla svolítið á sömu blaðsíðu með það hvar málin liggja. Og eins og hefur verið talað núna þá náttúrulega strax komin á stað mikil vinna hjá Landsnet og Rarik og búið að setja þetta inn á kerfisáætlun Landsnets varðandi uppbyggingu og sérstaklega á stórri háspennulínu frá Kópaskeri yfir á Þórshöfn og þá náttúrulega þarf í leiðinni að spenna og hækka Kópaskerslínu til að hún matsi saman við þessa nýju línu þarna sem fer austurum. Þeir eru líka að tala að einfalda og keyra í gegn leyfisferla fyrir aukinni orku uppbyggingu á svæðinu sem að kæmi þá inn til innmyndunar inn á þessu svæði sem gríðarlega mikilvægt sem að verður þá áframhaldandi orku uppbygging hér á svæðinu sem að mun bara auka lífsgæði og atvinnutækifæri hér á svæðinu því að það hefur margsýnt sig að þar sem orkan verður til, þar verða til atvinnutækifæri á því svæði. Jafnframt náttúrulega mjög mikilvægt að við höldum því á lofti að þessi verkefnastjóri sem verði ráðinn í þetta verkefni verði öflugur aðili sem að þekkir til innviða á svæðinu og þekkir til svæðisins þannig að það þurfi ekki að byrja fyrsta árið bara í því að reyna að átta sig á hver staðan er. Þannig að við þurfum að halda fast á spilunum með það að okkar aðkoma komi sterk þar inn. Takk fyrir. Eiður hefur lokið máli sínu, orðið laust þennan fyrsta lið í fundargerð byggðarráðs með 507. Eða aðra liði í fundargerðum byggðarráðs, þá orðið laust. Svo ekki, þá teljast þær framlagðar og við förum í fundargerð stjórnar Hafnarsjóðs Norðurþings, númer 37, liður 26 á fundinum, orðið laust þessa fundargerð. Enginn sem vill tjá sig hana, þá telst hún framlögð og að lokum fórum við í fundargerð stjórnar Orkuveitu Húsavíkur með 270 orðið laust. Enginn sem vill tjá sig hana, telst hún framlögð og dagskrá fundarins tæmd og við förum í að lesa yfir fundargerðina og ég vil biðja varaforseta að setja upp ökul augu og fylgjast með. Já, þau sem eru mætt. Já, takk.
Fyrsta mál, það var lítil skref á leið til læsis. Þar tóku til máls Kristinn og Katrín og sveitarstjórn, hér liggur fyrir bókun í nafni sveitarstjórnar. Mál nr. 2 er viljayfirlýsingu lögð undir landeldisstöð á Laxílandi Bakka við Húsavík. Þar tóku til máls Helena, Hjálmar og Katrín og fyrirliggjandi viljayfirlýsing er samþykkt samhljóða. Mál nr. 3 er óskum lausn frá störfum í sveitarstjórn Norðurþings og fyrirliggjandi beiðni er samþykkt samhljóða. Mál nr. 4 er Norðurþing kosningi nefndir til eins árs og svo framvegis og það er eins og hér kemur fram og fyrirliggjandi breytingar eru samþykktar samhljóða. Mál nr. 5 eru áætlanir. Þar tóku til máls Katrín, Helena og Aldey og sveitarstjórn samþykkir samhljóða vísa fjárhagsáætlun fyrir árið 2026 til síðari umræðu. Sömuleiðis samþykkir sveitarstjórn samhljóða vísa 3 ára áætlun til síðari umræðu í sveitarstjórn. Mál nr. 6 er framkvæmda- og fjárfestingaráætlun. Þar tók Soffía til máls og sveitarstjórn samþykkir samhljóða vísa fyrirliggjandi framkvæmda- og fjárfestingaráætlun til síðari umræðu í sveitarstjórn. Mál nr. 8 eru gjaldskrár Norðurþings 2026. Þar tók Helena til máls og sveitarstjórn samþykkir samhljóða að vísa fyrirliggjandi fjárhags- og framkvæmdaáætlun. Nei. Ég glemdi 7. Forseta varð hér aðeins á. Hljóp ég yfir 7. Fjárhags- og framkvæmdaáætlun Hafnarsjóðs Norðurþings. Afsakið það, þar tók Eiður til máls og sveitarstjórn samþykkir samhljóða að vísa fyrirliggjandi fjárhags- og framkvæmdaáætlun stjórnar Hafnarsjóðs til síðari umræðu í sveitarstjórn til 1 árs og 3. Þá er mál nr. 8 gjaldskrá Norðurþings og þar tók Helena til máls og sveitarstjórn samþykkir samhljóða að vísa afgreiðslu gjaldskráa til síðari umræðu í sveitarstjórn. Mál nr. 9 er gjaldskrá Rotþróa lagð fram samþykkt samhljóða vísa til síðari umræðu. Gjaldskrá Hafna Norðurþings sveitarstjórn samþykkir samhljóða vísa fyrirliggjandi gjaldskrá til síðari umræðu. Mál nr. 11 er þjónustustefna Norðurþings. Þar tók Hjálmar til máls og sveitarstjórn samþykkir samhljóða vísa þjónustustefnu til síðari umræðu. Eins að stefnunu veri vísa til ráða sveitarfélagsins til úrvinnslu. Mál nr. 12 framtíð stjórnsýsluhússins á Húsavík. Þar tók öll til máls, raðar fram 2 tillögur á fundinum og svo kom 3. tillagan sem gekk lengst og hana var kosið og féllu það út tillögur 1 og 2 og tillaga Kristins sem satt það að málinu verið vísað til byggðarráðs. Því verið falið að fá kostnaðarmat á nauðsynlegum framkvæmdum með mögulegri áfangaskiptingu svo sveitarstjórn geti tekið ákvörðun hvernig standa skuli að framkvæmdinni og það er samþykkt með atkvæðum Aldeyjar, Benónýs, Birkis, Eiðs, Helenu, Kristins, Ingibergar og Soffíu og Hjálmar sittur hjá. Mál nr. 13 er samþykkt hunda- og kattahald. Það tók Hjálmar til máls og lagði fram tillögu það að þetta fari til skipulags- og framkvæmdaráðs og verið þá til síðari umræðu í sveitarstjórn í desember og það er samþykkt samhljóða. Endurgreiðsluhlutfall LSH, það er samþykkt samhljóða. Mál nr. 15 er fjölskylduþjónusta á Norðurlandi eystra. Það er samþykkt samhljóða þáttaka í því. Það tók Kristinn til máls. Mál nr. 16, svæðisbundið farsældaráð á Norðurlandi eystra og þar tók Katrín til máls og fyrirliggjandi samningsdrög eru samþykkt samhljóða. Og mál nr. 17 er samningur barnaverndarþjónustu og sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi samningsdrög og vísa þeim til síðari umræðu í sveitarstjórn og mál nr. 18 er endurskoðun samþykkta. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi Sveitarstjórn samþykkir samhljóða vísa viðbót við samþykkt sveitarfélagsins sem snúa að barnaverndarþjónustu til síðari umræðu. Og þá er það fjölskylduráð, þar tók Benónýs til máls í 12. lið í fundargerð nr. 228 og þá í skipulags- og framkvæmdaráði, það tók Soffía til máls í lið 4 í 226 og sömuleiðis tók Soffía til máls í lið 2 í 227 og aðri liði lagði fram án umræðu.
Í fundargerðum byggðaráðs tóku til máls undir fyrsta lið í 507 Helena, Katrín og Eiður og þá fundargerðir stjórnar Hafnarsjóðs og Orkuveitunar lagðar fram án umræðu. Eru athugasemdir í fundargerðina? Svo ekki, þá telst hún framlögð og samþykkt og við slítum þessum fundi. Fundi slitið.